Matur og menning lítur örlítið öxl í þessum þætti og skoðar brot af þeim matar- og mannlífsrannsóknum sem höfum stundað í sumar. En í þessari hringferð okkar landið og miðin höfum við kynnst mikið af yndislegu fólki, menningu þess og mat. En í þessari upprifjun ætlum við að byrja á því að fá okkur alvöru hamborgara í Hvalfirði. Gjörðu svo vel. Kalli, hér ertu komin með myndarlegan borgara. Þetta ekta. Þetta með kjöti beint frá bíli. Allt saman svona, ég veit nákvæmlega hvað ég með. Já. Það ekkert verið að mixa. Alvöru kjöt. Já, og bara salt og pipar. Já. Við eigum ekki til hamborgarakrydd. Nei. Notum það aldrei. Við bara blöndum saman salt og pipar og eftir okkar smakk og við kryddum aldrei frönskurnar heldur. Við látum fólk bara það. En hér erum við sko til þess líka að elta svolítið frábæran hamborgara kominir í hinn enda ferstiklu þar sem átt búin að innrétta stórmerkilegan amerískan diner. Já. Og hér eru rockstjörn. Aðstöðu núna. Maður sér það eru dýrar og fínar græjur. Já, og bara, fínar græjur, við komum orðað þannig. Já. Ég vil ekki tala mitt. En þið eruð að framleiða ansi margt. Já, við erum komin með yfir 30 vörutegundir og þær skipta svo í mismunandi pakningar, bæði neytendapakningar og mötuneytipakningar og svo framvegis. En nýjasta nýtt hjá okkur núna er lína í grænmetisréttum. Við fáum að framleiða undir vörumerkinu Heilsuréttir fjölskyldunar sem mágkona mín og hann Siggi bróðir eru með. Litli bróðir. Við ætlum að fara að kíka hann á eftir. Já, það verður gaman hjá okkur. En mér langar að leyfa þér að smakka hérna, þetta eru indverskar grænmetisbollur og með jógúrtsósu og döðlumauki og það fylgir einmitt með í pakningunum hérna. Hérna er ég með pakningunni eins og hann er. Þá eru við með sikkort bréfið, eitt bréf af jógúrtsósu og eitt bréf af döðlumauki. Þetta er bara klárt. Þetta er bara klárt. Man tekur bara sósinn í burtu, plastið af og inn í ofn. Cirka 80 mínútur og þá er máltíðin tilbúin.
En endilega fá þér að smakka Ali. Þannig að ég hringi í konuna þegar ég kem heim og segist alltaf að sjá kvöldmatinn. Endilega. Og ég er 5 mínútur að því. Algjörlega. Og það sem beauty í fegurðin í þessu, ef við orðum það þannig, að þetta glutenlaust, þetta eggjalaust, laktósalaust, gerlaust, þannig að allir óþvalsvaldar eru ekki í þessu og engin bindiefni, eins og Finnur. Þetta bragðmikið og gott og svo einmitt sýran í jógúrtinu og sætan í döðlumökjunum, það giftist svo vel í þessu. Þetta er ekta. Þetta ekta, já. Það er ekkert verið að miðla málum. Ekki til og engin bindiefni í þessu og þá einmitt mjög gaman að vinna með Berglindi sem með heilsurétti fjölskyldunar, bækurnar, að það var mjög strangt tiltekið eins og grænmetiskraftur, við fengum engan grænmetiskraft nema með geri og ég svona, hvað allt til að hafa smá. En þetta var bara regluta, ef þú fylgir því ekki, þá máttu ekki gera þetta. En þetta er hægt? En þetta er hægt. Á endanum þurftum við að láta sér innflytja grænmetiskraft fyrir okkur og það er allt hollt í þessu, ef við getum orðað það þannig. Einar, ég búinn að borða við það og út allan heim og heimsins flottustu veitingastöðum. Það eiginlega ekkert sem að toppar þetta. Nei, þetta uppáhaldsstaðurinn minn hérna. Þegar ég verð ríkur, þá ætla ég að setja upp veitingastæðina. Þú getur kallað þetta bara borð 52. Nákvæmlega. Selur þetta. Já, þetta æðislegur staður í sumartíman. Ég kem ekki hérna. Þetta er alveg magna útsýni. Þetta er eiginlega ótrúlegt. Þetta er flattilegt. En hvað, ég fekk aðeins að fylgjast með þegar þú varst að setja upp á diskinn. Já. Hvað erum við með hérna til dæmis? Hérna er vinsæll réttur sem ég var að gera á í sumar. Sumarsísonið að klárast hjá okkur og við erum að skipta matseðil. En mér langar að setja fyrir þig fram hérna 2 vinsælustu réttina á veitingastaðnum í sumar. Ég keyri gríðarlega mikið yfir sumartíman á hráefni frá Vestmannaeyjum að sjálfsögðu. Mikið fiskur. Svo erum við fuglana okkar og bara reyni að tína út hérna jurtir og fleira frá eyjunum sem ég er búinn að gera hérna í mörg ár. Hérna ertu með þorsnakka. Þorsnakkan fæ ég frá Gotthópi Nöf sem er fiskvinnslufyrirtæki hérna í Vestmannaeyjum. Þeir gera alveg frábæra þorsnakka. Er þetta krím, er ostur hérna? Hvað? Já, mascarpone ostur. Til að fá svona krím í... Kartöflumús og mascarpone? Já. Það getum við gert heima. Það getum við gert heima og ég reynir svolítið að leggja upp með í minni matreiðslu á veitingastaðnum að vera með svona, það er fyrst og fremst ferskt hráefni og svo góð brauð, það sjálfsögðu. Það er Hérna er ég með tómatsalsa. Sýran í tómatunum, osturinn og kremið í músinni og frábær hnakkinn. Hann fellur alveg í svona flögur. Alveg bara glænýr. Pínulítið glær. Við setjum hann í pækil klukkutíma til að herpa hann aðeins saman. Svo erum við með basil, pesto ofan á honum og svo erum við með svona sýrt mango ofan á. Svona sætt súrt. Já, þetta er æðisleg blanda. Þetta bráðnar alveg upp í manni. Þarna sá ég fyrir mig gerði ég úr söl og japansku rasp. Við náðum að kalla fram flott bragð. Sölin eru stórlega vanmetir hráefni. Já, ég nota hana mikið enda gefa þér seltuna og sjávarfíling. Þetta er mjög gott og margir biðja uppskriftina þessu en hún er afar einföld en þetta er afar gott. Þannig að svo þegar við erum á veitingastað kannski erfiðara hérna í náttúrunni og þá setjum við smá froðu yfir bláskilina. Þannig að rétturinn er þannig að sjórinn að ráðast yfir. Algjörlega, sjórinn að moka sjávarþanginu svolítið svona upp í fjöruna. Við þurfum að hittast oftar og elda held ég. Ég held það. Við þurfum að hugsa alveg bara. Það ekki. Það er bara. Og það er humar. Já, það er humar, steinbítur og skötusillur. Já. Hér er hafið bara. Svo er svolítið gaman að segja frá því, Hallgrímur, að Masako, grænu hrognin sem við erum með þarna. Þetta er fyrirtæki hérna úr Eyjum sem er að framleiða þetta sem er í eigu vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum. Vinnslustöðin er annað fyrirtæki sem ég er í miklu samstarfi við og þeir sjá mér fyrir humri og skötusill. Alltaf ferskt. Við þökkum Vestmannaeyingum kærlega fyrir frábæra gestrisni
og við munum yfirgefa eyjarnar með trega í hjarta. En áður en við förum, skulum við klára eitt. Við fundum einn vin okkar á flækingu upp í bæ sem var búinn að villast að leið. Við ætlaði að hjálpa honum aftur út á haf. Kveikjum eldana þar sem hjartað slær. Sjá Heimaey og Herjólfsdal þar sem hjörtun slá í takt við allt sem í æðum rennur, sem á huganum rennur. Hér í brekkunni, þar kveikjum við eld tengjum huga. Eftir að við höfum hvatt Vestmannaeyjar með viðeigandi hætti gengum við í klaustur að Kirkjubæ þar sem beið okkar nýsteikt klaustursbleikja. En á Kirkjubæjarklaustri hafa menn upplifað ýmislegt þegar kemur að jarðhræringum og forvitnuðust við örlítið hvernig lífið var í miðju öskuskýi. Við erum búinir að ferðast ansi langt til þess að fá akkurat þessa bleiki. Já. Klaustursbleikjan ég er búin að elda örugglega einhver tonn af henni og í kokkaheiminum þetta gjarnan sögðu landsins besta bleikja. Og þetta bara í bakgarðinum hjá þér. Já, þetta stutt að fara að sækja þetta, enda bjóðum upp á alveg nánast spriklandi bleiki á diskinni. Já, það er ekki langt að fara. Það er ekki langt að fara. Nú er þetta náttúrulega gossvæði. Við vorum í Vestmannaeyjum núna á dögunum og þar lærðum við heilmikið gossið þar og þegar við vorum að keyra hérna þá vorum við að ræða að við varum náttúrulega komnir á gossvæði. Já. Eyjafjalla og Grímsvatnagoss. Hvernig var að vera staddur í miðju? Þetta voru bara hamfarir. Já, þetta voru hamfarir og virkilega eins og ég segi, þetta var gaman að upplifa þetta en maður vill ekki upplifa þetta aftur. Nei. Þetta er svona eitthvað sem maður var búinn að heyra sögur af myrkrinu og drunganum af þessu og þetta er eitthvað sem við viljum alls ekki missa af en ekki upplifa aftur. Það voru óhugnilegt. Já, óhugnilegt en jafn gaman líka. Þetta var líka gaman meðan á þessu stóð. En auðvitað náttúrulega mismunandi hvernig fólk tekur á því en þegar maður er hingað í miðjunni á þessu þá einhvern veginn bara gleymir maður öllu öðru og maður einblínir bara á þetta að koma sér út úr þessu ástandi og manni tókst það og bara öllum. Eftir frábæra klaustursbleikju vorum við komnir að stútfullum matarkistum Austfirðinga. En á fáum stöðum á Íslandi er auðveldur að ná sér í góðan bita. En við byrjum á því að forvitnast búskapinn í Vallanesi þar sem þau hjón Eymundur og Eygló rækta mikið af frábærum lífrænum sælkerjavörum. Við erum komnir með inn í það allra heilagasta og byrjunina í Vallanesi og það sem allt snýst það er bygg. Já, það má segja við byggjum á bygginu. Já. Það er svolítið mikill grunnur í okkar framleiðslu og síðustu árum höfum við byggt meira á því og búið til tilbúnar vörur. Hérna er náttúrulega bankabyggið sem er grunnurinn. Síðan kemur byggmjöl, síðan komið byggflögur. Síðan fórum við að búið til grænmetisbuff, þar sem eru hérna byggbuff, baunabuff og rauðróbuff, þar sem byggið er grunnurinn. Mjög gott lím í bygginu, þannig að gott sem grunnur í buff. Já. Síðan kom hrökkvin, sesam, kúmen og hvönn, mismunandi bragðtegundir í þunnu hrökkkeksi sem er aðalega bygg og sennilega það bygg 70% okkar ræktun, bygg og heilhveiti. Já. Hérna er heilhveiti líka. Það er ekki miklu magni, ekki eins og byggið en alltaf með. Svo fyrir skömmu fórum við að búa til þessar blöndur. Hérna er til dæmis lummur og vöfflur. Ég var að lesa þessa, lummur og vöfflur. Já. Og hér er bara að blanda maður vökva við og tilbúið. Já.
Eygló, við náðum að trufla þig aðeins úr pökkurinni. Þú varst að pakka í næstu sendingar eða hvað? Já, við erum bara stöðugt að Það er nóg að gera. Já, það er bara Stóru heimili. ágætt að gera. Litlu fyrirtæki. En það er nú heldur betur búið að bæta í vörulínuna. Það er ekki bara byggið, heldur erum við, núna, hvert erum við komin hérna? Hvað erum við með? Já, nú erum við bara að beita ýmsum aðferðum við að koma grænkálinu eða grænmetinu og öllu þessu hráefni í fullunarafurðir. Og þessi vörulína hérna er búin að vera í nokkur ár á markaði. Þetta er svona piklað grænmeti. Þannig erum við að vinna með rótargrænmeti sem við þekkjum svona gulrófur og rauðrófur og slikt og gerum sem sagt tjötni eða meðlætisrétti. Þannig er búið að sjóða grænmeti saman með kryddum og lauk og ediki og slíku og úrverða þessi réttir sem eru svona fyrir mér eiginlega meðlæti með mat og svo auðvitað má setja þetta á osta og keks og svoleiðis. Rauðrófugló, gulrófugló eru rófur, döðlur og aprikósur og svo förum við hérna ólíka leiðir með rauðrófunum. Ég hef nú verið sérstakur áhugamaður að leggja niður og pikla þessa hluti eins og ef við slettum. En þannig ertu komin í aðra aðferð, bara notar mjólkursýruna. Já, þarna erum við sennilega komin í elstu aðferð við að varðveita grænmeti sem til er. Þetta er aðferð sem hefur verið iðkuð í þúsundir ára, jafnvel. Og í ýmsum heimslutum. Það er ekki bara í Þýskalandi sem er þekkt undir heitinu súrkál. Heldur gerðu Asíubúar þetta á sínum tíma og gera enn. Það er mjög mikið sýrt grænmeti og kallað kimchi, það er með sojasósu og sterkum kryddum og svoleiðis. Austur-Evrópuþjóðir gera þetta mjög mikið. Miðjarðarhafsþjóðirnar eitthvað, þannig að í raun og veru liggum við hver heimsál og hafi svona sína aðferð til að sýra. En það sem að gerist þarna, sem er munurinn á þessari aðferð og annari, er að þarna er ekki nein matseld í gangi, sko. Það er engin matreiðsla og engin hitameðferð, þannig að það er hægt að gera þetta með káli, káltegundum og rótargrænmeti og það er einungis bætt við salti sem er sérstætt virkaefnið í þessu. Það kallar fram mjólkursýrugerla og framkallast vökvi í kálinu sem að rótver sérstætt grænmetið og býr til bara óðið jafnanlega á hollustu. Þetta er eina vinnslu aðferðin sem að til dæmis varðveitir öll vítamín og steinefni í grænmetinu. Það tapast ekkert í ferlinu, heldur bætist jafnvel eitthvað við. Þetta er svakalega gott. Þetta er svona bragðgott og eins og segi, bara meðal fyrir meltinguna. En hvað tekur svona langan tíma? Þetta er svona mánuður sem þetta þarf að liggja í herbergishita í raun og veru eða í svona 15-20 gráðum og þá er þetta orðið fullgerjað. Setur maður ekki bara bygg og svona út á? Ég gerir það mjög gjarnan nefnilega, býr til svona salat úr þessu síla. Bara byggsalat? Já, súrkálið. Maður er að passa sig á því að hita ekki, við erum ekkert að sjóða þetta eða neitt svoleiðis, bara borða þetta beint upp á krukkunni til þess að fá alla þessa gerlaflóru sem við þurfum. En svo ertu með eitthvað fínir í hérna? Já, hérna síðan að þið voru nú að tala perlubyggið aðan, sem er svona, eins og þið sjáuð, hvítt og fallegt. Þetta gefur ýmsa möguleika í matagerð. Það má til dæmis að þú bætir þessari olíu sem er repjuolíu okkar og steinselja og smávegis af hvítlauk. Er þetta ekki bara svona? Já, þá nefnilega heldur betur búin að fá lit í tilveruna. Rosalega svona rík lykt og greinilega það fer allt af stað. Já, einmitt, repjuolían okkar, hún er svona að sýna svolítið skemmtilega, hún verður svona pínu, svolítið sæt. En þarna þetta er orðið mjög skemmtilegt meðlæti bara með fiskréttum og ýmsum svona í fínni. Þú þarft ekkert meira til hérna? Nei, þetta er óskup fallegt líka. Þetta er steinleikur. Eftir heimsókn okkar í Vallanes fórum við yfir í Jökuldal og forvitnuðumst hreindýraveiðar, fullvinnslu afurða og forvitnilega byggingu á hlaði Skjöldólfsstaða. Aðsteinn, við erum komnir inn í Hákonarstofu. Hvað
Er þetta til heiðurs frændaðinum? Þetta var byggt í minningu Hákonar, voruð eftir að lést. Hann var búinn að byggja svona hús í Fljótsdalnum þar sem hann bjó, þau bjuggu hann og Sigrún Benediktsdóttir kona hans. Og þetta kom þannig til að Sigrún var á ferð í norður Finnlandi á slóðum Samana og þá kom hann í svona hús og heillaðist af því og þau reistu sér svona hús og þar sem Hákon sagði sögur og tók á móti ferðamönnum og meðal annars úr ferjunni, Lágulsorminum og var mjög vinsælt og það var síðan þegar að Hákon heitinn móðurbróðir minn lést fyrir aldur fram að þá kom Stefán G. Stefánsson, vinnur okkar beggja, að máli við mig og lagði til að við reistum svona tjald hér á Skjöldólsstöðum í minningu Hákonar. Hákon var nú sótti sinn barnaskóla lærdóm hér í Skjöldólsstaði og sagði nú gjarnan sögur af vist sinni hér og sinna félaga og þannig að mönnum fannst það vel við hæfi að byggja slíkt hús hér og það er staðið hér síðan. Þetta er vinsæll staður, það kveiktir upp á kvöldin að setjast hér með gítarspil eða sögumanni. Það hefur kannski verið skálað og sungið hérna einu sinni tvisvar. Já, jafnvel oftar. Já, mjög vinsælt. Þetta er ótrúleg bygging. Þú veist að hafa orðið hérna áðan að hér ættu menn að setjast niður og taka mikilvægar samfélagslegar ákvarðanir. Í reykfylltu herbergi. Já, það er, ef maður notar leggið við í eldstæðið að það ósa svo börkurinn að því að það myndi verið að taka mikið af vegamiklum ákvörðunum sem að enginn frétti af. Nei. Einmitt í reiknum. En nú er aðeins farið að hausta, haldið þið ótröð áfram inn í veturinn eða lokið í vetrarlokun? Nei, við ætlum að vera með þetta opið í vetur þannig að við verðum hérna ég og Ólafía konan mín og ætlum að taka á móti því sem að vilja þiggja af okkur beina og þetta er síðasti stoppistæði frá Austurlandi til Mývatnssveitar. Já, það er langt. Áður en lagt er á Möðrudalsöræfi og allavega með við 2 síðustu vetur þá var ofta teppast í leiðinni yfir fjöllin og fólk sem að komst ekki leiða sinna þurfti að aka til Egilsstað. Við ætlum að bjóða mönnum að gista og veita þeim beina sem að þurfa að halda. En takkið vel á móti öllum eins og okkur. Það er takkaði kærlega fyrir spjallið og við reynum það. Og það var mjög gaman að koma. Takk fyrir það, bara velkomnir aftur. Hringferð okkar er lokið að þessu sinni og ljóst að við urðum að geyma mikið af spennandi heimsóknum til betri tíma. En hungrið og forvitnin mun örugglega leiða okkur áfram í fleiri rannsóknarferðir landið, þar sem af nógu er að taka. En alla þætti okkar ásamt öðru efni N4 er hægt að sjá hvenær sem er á n4.is, þar sem N4 færir ykkur nýtt efni á hverjum degi. En Matur og menning þakkar samfylgdina að þessu sinni. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend.